Góða kvöldið. Velkomin hingað í félagsmiðstöðina ykkar. Velkomin í félagsmiðstöðina þína. Ég ég að fá að vera kynnirinn ykkar í kvöld og ég bara í einhverju húsi í Reykjavík og að tala við myndavél. Og þetta fyrsta skipt sem ég fæ að vera kynnir og ég mjög spennt fyrir því. En eins og ég segi það, smá skrítið að vera bara eitthvað ein og ég veit ekkert við hvernig ég að tala. Þú veist. Þið gætu verið bara ekki að horfa eða bara að spjalla. Þannig að bara gera það sem viljið. Þið með bara gera það sem viljið og ég ætla bara að halda áfram að kynna eins og að ég sé skemmtilegast í heimi, sko. En ég sem sagt heiti Bríet og að fara að kynna sem sagt ég að fara að spila sko lög og síðan koma dómarar eftir og ætla að gefa ykkur verðlaun fyrir eitthvað geggja sem þið voru að gera. Af því að þá sem sagt 200 krakkar þið sem að tóku þátt í heimsmarkmiði bootcamp smiðju. Ég með allt á punktum sko í dagbókinu minni. Ekki lesa aftan á. Já, sem sagt, þið eru sem sagt þarna frá Borgarfirði eystra og Brúarási, Djúpavogi og Egilsstöðum og Seyðisfirði og síðan eru sveitirnar í kring sem þið eru líka frá. En sem sagt, við erum að tala að það urðu til 34 hugmyndir sem komu frá okkur og 12 af þeim komust í úrslit. Dómnefndin sem kemur hingað eftir sem ég veit ekkert hver út að ég einina eru búin að velja 3 bestu hugmyndirnar og við erum að tala að þær fá verðlaun, þessar hugmyndir. Og nemendafélögin, þessi 3 sem að vinna fá 50.000 krónur. Búm! Hvað vissi ég ekki að þessu? Ég hefði viljað taka þátt í þessu. En síðan fáið þið nefnilega líka gjafabréf og ég veit ekki hvert að það var bara sagt við mig, svo fáið þið gjafabréf. Ok, ég glemdi að spyrja hvað, fyrir hvað, hvar fáið þið gjafabréf? Eru þau að fara að fá frítt í sund eða eru þau að fara að fá, ég veit ekki, frían snjó eða skilur, ég veit það ekki. Bara fyrir að fá gjafabréf allan einhvert sem gaman, þú veist, það gaman að fá frítt stöf. En ég sem sagt kom hingað til þess að bladra, segja ykkur eitthvað skemmtilegt og spila nokkuð lög og ég ætla að spila fyrsta lagi núna þarna á fríilin. Þetta lag heitir Djúpsorgur og hægt og goodbye.
Manstu fyrsta flugtakið? Manstu fyrsta snertingin? Kossin upp á þaki, nóttin af því grákið. Manstu þunga sorgin? Manstu hljótu orðin? Ég myndi ekkert á þeim, ég var týnd og alein. Hvort stingur meira að halda í það sem var eða kveðja og sleppa? Spyr en fæ ekkert svar. 2000 ár sem ég valdi sjálf. Ég gekk í burt þegar við þurftum hjálp. Reyna að segja sjálfri mér við hefðum ekkert getað gert. En það eina sem ég á eftir er minningin af sektarkennd og djúpsár sem gróa hægt. Endalausar hugsanir hvað það sem truflaði get ég tekið tilbaka orðaðinu saga. En hvað myndi breytast ef að ég tæki mig til og ég sneri aftur við? Spyr en fæ ekkert svar. 2000 ár sem ég valdi sjálf. Ég gekk í burt þegar við þurftum hjálp. Reyna að segja sjálfri mér við hefðum ekkert getað gert. En það eina sem ég á eftir er minningin af sektarkennd og djúpsár sem gróa hægt. Jæja, ok, sko, nú fer að koma að dómnefndinni að velja ekki 6, heldur 3 atriði sem að, er að fara að vinna þetta í kvöld. En mér finnst þið bara vera að gera svo skemmtilegt og mikilvægt fyrir þessu plánundu út af því að jörðin andar og þú andar og maður á að vera góð við allt sem andar. Þannig að mér finnst þetta svo fallegt hjá okkur að vera að taka þátt í þessu. Ok, nú erum við að fara að syngja lag saman. Þið til í það? Og að þið eru fyrir hérna framanskjáin. Eða ég er fyrir framanskjáin eða aftanan. Þetta er eitthvað allavega. Þá þurfum þið sko að syngja með þið. Og þið þurfum að syngja það hátt að ég heyri sko. Þið til í það? Ok.
og þetta lag heitir Rólegur kúreki. Blinduð á þér ég málaði upp mynd sem ég satt með en þú lappar á skambissu og dregur hana slirinni og mýður hana allir kring með hendina á sölginni og sveifluna á likkinni og ég lít alltaf undan að því en brosið og bláu augun dáleiða leið eitt augnaraf og ég háð þér en rólegur kúreki gottin á hestinum hvernig væri að líta inn á mig þú ert ekki einn í heiminum hættu að skjóta mig niður þú ert ekki James Dean því miður rólegur kúreki rólegur kúreki fæ engin viðbrögð þegar ég syng þig ástarlög með stráið þitt í munninu og stóran nött á höfðinu þú starir bara áfram megin og gleymir þér í sjálfhverfu og neitar svo að horfa upp á stjörnubjartan himininn en brosið og bláu augun dáleiða leið eitt augnaraf og ég háð þér en rólegur kúreki gottin á hestinum hvernig væri að líta inn á þig þú ert ekki einn í heiminum hættu að skjóta mig niður þú ert ekki James Dean því miður rólegur kúreki rólegur kúreki rólegur Ok, þið tilbúin eða? Þið eru að fara að syngja náttúrulega viðlagið. Þið verða að heyra vel og svo Ok þú Það er sko mjög vandræðalegt ef þið eru ekki að syngja með þá er ég ekki eftir aðstæðanlega Ok, aðeins hægra, er þið til í þetta? rólegur kúreki Takk fyrir, vel gert Sem sagt, núna er dómnefndin að fara að koma og segja hverjir vinna til hamingju með ykkur. Kæru nemendur á unglingastigi í Múlaþingi. Ég heiti Guðrún Spitt, er sérfræðingur hjá umhverfisverndarsamtökum Landvernd og er formaður dómnefnda. Með mér í nefndinni eru Björn Ingimarsson, sveitarstjóri Múlaþings og Halldóra Dröfn Hafþórsdóttir, verkefnastjóri hjá Austurbrú. Fyrir hönd
dómnefndarinnar þá vil ég byrja á því að þakka ykkur öllum kærlega fyrir þáttökuna og hrósa ykkur fyrir frammistöðuna. Það var einstaklega ánægjulegt að horfa á kynningarnar ykkar. Þær voru fjölbreyttar og viðfangsefnin sem þið völduð ykkur ólík. Það er greinilegt að þið eru meðvituð heimsmarkmiðin og mikilvægi þess að við förum að vinna markvissara í því að bæta það sem þarf að bæta í því hvernig við hugum okkur sem einstaklingar, sem samfélag og sem mannkyn. Dómnefndin er búin að hittast tvisvar auk þess sem við horfum á kynningarnar ykkar í einrúmi. Og það er eflaust klisja að segja að valið hafi verið erfitt, en þannig var það nú samt. Við erum hins vegar búin að velja 3 myndbönd sem við teljum vera fremst meðal jafningja og þau verða kynnt hér í engri sérstakri röð. Já, ég held ég get alveg bara tekið til það sem kom fram hjá formanni dómnefndar að þetta var ekkert einfalt verk. Þetta voru vandarkynningar sem komu, en niðurstaðan var sú að við komumst að því að velja 3 tillögur og fyrsta verðlaunamyndbandið gerðu norsku púkarnir í Seyðisfjarðarskóla. Þið eru að greina vel hvað ykkur finnst skipta mestu máli varðandi markmið 12. Þið horfið mest til nærsamfélagsins og eruð að greina vandamálin og komið með hugmyndir á lausnum. Hugmyndir ykkar eru frumlegar og góðar. Einnig eru þið að samtvinna lausnahugmyndir ykkar fyrir alþjóðasamfélagið með aukið réttlæti í huga, til dæmis hvað varðar heimilislausa. Vel gert að horfa svona á samhengið. Þið virðist líka taka þátt í umræðum svona málefni í samfélagi sem skiptir miklu máli. Ég óska ykkur bara hjartanlega til hamingju með þessa góðu og flottu kynningu. Já, komið sæl og takk fyrir að fá að vera með. Þetta er búið að vera einstaklega skemmtilegt. Og annað verðlaunamyndbandið gerðu nemendur í hópnum 4+1 úr Fellaskóla. Þið eruð að kynna á vel uppsettan og skipulagðan hátt hvað skiptir ykkur mestu máli varðandi undir markmið 3,8 heilsu og vellíðan. Þið greinið vandann sem er í nærsamfélagi og komið með hugmyndir að lausnum. Það sama má segja varðandi tenginguna við alþjóðasamfélagið. Ykkur tekst einnig vel að greina af hverju Vesturlöndin bera að einhverju leyti ábyrgð á ástandinu í fátækum löndum með arðráni sínu á auðlindum og mannfólki þar. Til hamingju. Já, og 3. verðlaunamyndbandið gerði hópurinn Flóðhestarnir í Egilsstaðaskóla. Þið eru að einbeita ykkur að undir markmiði 12.5 og skýrið vel hvað skiptir ykkur mestu máli. Þið greinið vandann og eru með raunhæfa hugmyndir að lausnum, sérstaklega hvað varðar okkur hér á Íslandi. Þið greinið vel að það þarf ekki bara að flokka heldur minnka framleiðslu á til dæmis plasti og fötum og að þar er ábyrgðin á framleiðslu fyrirtækjum. Einnig kemur vel fram að við verum öll að gera betur og hvað við getum gert. Til hamingju. Leið og við óskum vinningshöfunum til hamingju og þökkum kærlega fyrir trösti sem okkur var sýnt með því að fá að starfa í dómnefndinni, skulum við sjá kynningar á verðlaunahugmyndunum. Gjörið svo vel. Hópurinn okkar heitir 4+1 og ég heiti Sóley. Ég heiti Stefanía. Ég heiti Svandís. Ég heiti Stefanía. Ég heiti Kristófur. Hópurinn okkar valdi heimsmarkmiðið heilsa og vellíðan. Við völdum líka undirmarkmiðið 3,8 sem er að það verði komið á heilbrigðisþjónustu fyrir alla óháð fjárhagslegri stöðu, aðgengi veitt að góðri og nauðsynlegri heilbrigðisþjónustu og að öruggum, virkum og nauðsynlegum lyfjum og bóluefnum á viðráðanlegu verði fyrir alla. Heilsa er eitt af þeim mikilvægast í lífinu. Ef við hugsum vel hana, þá getum við allt. En það er ekki allir sem geta að hugsa vel heilsuna, af því að það komast einfaldlega ekki allir til læknis. Áhrif á nærsamfélagi. Á Austurlandi þarf maður að fara langt til þess að komast til læknis, til dæmis augnlæknis, hjartalæknis, kvensjúkdómalæknis. Til þess að komast til þessara lækna þurfa menn að fara á höfuðborgarsvæðið fyrir utan örfá skipti þar sem það kemur einhverjir læknar að sunnan sem eru sérþjálfaðir í þessum greinum.
en þá oftast allt uppbókað langt fram í tíman og það eru margir sem komast ekki að og hafa ekki efni að fara suður. Vandamál sem þarf að leysa í nærsamfélagi. Vandamál sem þarf að leysa að fleiri læknar komi til Austurlands og við fáum almennilega tækni og betri aðstöðu til þess að minnka álag á heilbrigðiskerfið. Hugmyndir á lausn fyrir nærsamfélag. Til þess að laga þetta, þá þyrftu fleiri læknar að koma hingað, þannig að það væri ekki svona mikil traffík þegar læknarnir loksins koma. Það væri mun betra ef þeir gætu bara verið hér. Það væri ekki svona mikil traffík og þá kæmust frekar allir sem þyrftu á hjálp að halda. Hver ber ábyrgðina í nærsamfélaginu? Okkur finnst að ríkið beri ábyrgð á stöðunni hér á Austurlandi. Út af háum sköttum þá hefur sumt fólk ekki alltaf efni á að fara til Reykjavíkur. Áhrif á heiminn. Alls staðar í heiminum fátækt. Læknisaðstoð ekki alltaf sjálfsögð. Á mörgum stöðum í heiminum rándýrt að fara til læknis og vegna þess hvað mikil fátækt þá eiga margir ekki peninga til þess að fara til læknis. Vandamál sem þarf að leysa í heiminum. Til dæmis í Afríku þar þyrfti að finna lækna sem gæti fara til Afríku og hjálpa fólki sem þarf á hjálp að halda, en hefur ekki efni á því og gæti dáið án hennar. Afríka ótrúlega fátækt land og á ekki peningana sem þarf til þess að styrkja heilbrigðiskerfið. Hugmyndir að lausn fyrir heiminn. Ef allar ríku þjóðirnar, til dæmis Bandaríkin, myndu gefa einhverja peningaaðstoð eða senda út sjálfboðaliða og lækna, þá myndi staðan örugglega snar batna. Ef það væri hægt að bæta aðstöðu til þess að fara í nám í Afríku, þá gæti kannski fleiri lært að verða læknar og þá kannski einhvern tímann í framtíðinni yrði staðan betri. Hver ber ábyrgðina í heiminum? Okkur finnst að Vesturlöndin beri ábyrgðina á skortinum á heilbrigðisþjónustu, vegna þess að þau hirða allan gróðann af afurðunum í Afríku og borga eiginlega ekkert fyrir það. Og þess vegna landið fátækt og út af því heilbrigðisþjónustan svona léleg. Heimildir fengum við á heimsmarkmið.is og un.is. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Við heitum Flóðhestarnir og ég Guðný Edda, Anna, Íris, Edda, Elín og við erum með ábyrg neysla og framleiðsla 12,5. Við teljum felast í markmiðinu rusl og óþarfa efni sem þarf að vinna úr. Við skoðum markmið á heimsmarkmið.is og unnum bara úr markmiðinu. Það sem okkur finnst skipta mestu máli að það fara að minnka óþarfa plast og pappaumbúðir, til dæmis í umbúðum utan morgunkorn, nammi, snakk og eitthvað slíkt. Það þarf líka að finna nýjar og betri leiðir til að endurnýta rusl. Það er hægt að gera það til dæmis með því að flokka pappa og plast sér. Í staðinn fyrir að setja pappan ofan í plastpoka, setjum maður bara beint í pappaumbúðina. Það ætti að vera lög í öllum löndum að flokka rusl því það er nauðsynlegt fyrir jörðina. Stofna þarf fleiri búðir, líkt á Rauðanesið og Extralappina, til að endurnýta föt og fleiri hluti. Það þarf að hafa fleiri samkomur þar sem að fólk tínir upp rusl út í náttúrunni, til dæmis bara í sínu hverfi. Áhrif á heiminn. Ef við gefum fötin okkar eitthvað eins og Rauða krossinn getum við hjálpa fólki í heim að eiga föt, en eins og staðan núna alls ekki allir sem eiga föt. Það myndi hafa mjög góð áhrif á jörðina ef öll lönd væru með lög að þetta flokka rusl. Og áhrif á nærsamfélag, það alls ekki allir á Íslandi sem flokka og það þarf að hafa til dæmis fleiri ruslagama á Íslandi. Það þarf að minnka plastumbúðir og pappaumbúðir, utan matvörur og fleira af því að það hefur slæm áhrif á umhverfið.
Vandamálið sem þarf að leysa í bæði heiminum og nærsamfélaginu hvernig á að flokka rusli, hvernig hægt að minnka framleiðslu á pappa og plasti og hvernig maður á að endurnýta fötin í staðinn fyrir að henda þeim. Hver ber ábyrgðarvald? Þeir sem eru að framleiða umbúðir bera ábyrgð á til dæmis ruslanotkun, en þeir sem kaupa aflandanum sjá hins vegar hver ruslið fer eftir notkun. Ef allir fylgja þessu sem við erum búin að nefna, gengur allt miklu betur. Takk fyrir okkur. Góðan daginn. Við erum norsku punkarnir. Ég heiti Benjamin. Ég heiti Emilía. Ég heiti Jóhann. Ég heiti Marja. Markmiðið sem við völdum okkur markmið 12, ábyrg neysla og framleiðsla. Það sem okkur finnst mestu máli skipta í markmiðinni áherslan á að flokka betur, minnka matarsóun, passa upp á náttúruna okkar og ekki neyta of miklu auk þess að labba milli staði litlu samfélagi ef þú getur. Áhrifin sem eru núna í nærsamfélaginu það að það mikið af rusli á götunum og sumir skilja bílana sína eftir í gangi. Ef markmiðinu næst þá minni mengun og það sama á við áhrifin í heiminum. Vandamáli sem þarf að leysa í nærsamfélagi og heiminum öllum, það þarf að minnka matarsóun, mengun og það hent mjög mikið á til dæmis fötum, dóti og bara margt annað beint í rusli, þó það sé allt í lagi með það. Við erum með mismunandi lausnir fyrir heiminn og nærsamfélagið. Hugmyndirnar okkar fyrir nærsamfélagið að skólar fá hænur svo að við getum gefið þeim afganga til dæmis á nestinu og matnum svo við fáum egg frá hænum. Skólar reyna að rækta ávextina og grænmeti sjálf. Auk þess leggjum við til að byggja lesthringinn í kringum Ísland sem minnkar þunga flutninga á vegum. Það eykur og bætir almenningssamgöngur og bætir þjónustu og vöruflutninga. Einnig ættu skólar og vinnustaðir að nýta pappír og meira. Hugmyndirnar okkar fyrir heiminn að búðir sem selja mat sem að fara að renna út ættu nokkrum dögum fyrr að gefa mati til athvarfa fyrir heimilislausum. Fyrirtæki bjóða heimilislausum vinnu og okkur finnst að stjórnvöld, ríkisstjórnin og samfélagið sjálft bera ábyrgðina á að framfylgja þessu markmiði. Við fengum okkar heimildir á heimsmarkmið.is frá Vídeón og Krakkarúv og frá umræðum í samfélaginu. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Ég ætla að fá að taka síðasta lagið og þakka kærlega fyrir mig í kvöld. Njótið kvöldsins. Ég kem bráðum til ykkar og spila fyrir ykkur í persónu af því það svo gaman að sjá okkur öll. Takk fyrir mig. All right, krakkar. Ég þakka kærlega fyrir mig. Takk fyrir að leyfa mér að vera partur af þessu. Geggja framlag hjá okkur. Ég ætla að enda á esjunni og þakka fyrir mig og verið góð hvort annað og elski hvort annað. Og það mjög mikilvægt að syngja með. Ok. Tveir þreyttir fætur stóra hvern annan í takt. Eftir einbreiðum vegi sem liggur í öfuga átt. Gróðurinn grætur og þögnin segir svo margt. Allt sé endurtekið, samt svo mikið ósagt. Ég sver að grasið að græna úr fjarlægðan hér ég nú. Allt svo litlaust og grátt. Ég get leitað fram að ýmsum dúr og gefið allt sem ég var.
ekki fallegri en þú. Hvernig augun þín glitra eins og hafið satt djúp að það stingur í hjartað að vita ég sé of sein. En ég vil að þú vitir að ef að þú kallar þá veist að ég kem aftur heim. Selja mér trú að margt sé mér kært utan þín. En það gengur svo hægt því þú kemur strax aftur til mín. Ég sver að grasið að græna, fjarlægðan hér inná, allt svo litlust og grátt. Ég hlýt að vita fram að heim sem þú og gera allt sem ég á. Því að esjan falleg en ekki fallegri en þú. Hvernig augun þín glitra eins og hafið satt djúp og stingur í hjartað að vita ég sé of sein. En ég vil að þú vitir að ef þú kallar þá veist að ég kem aftur. Spilina smá, takk utan manneskjuna við hliðina á okkur af því að við erum að fara að syngja öll saman. Er til eða? Og svo can't leið aftur inn, yeah. Can't leið og svo þið er til eða? Can't leið og eins og enn. Falleg en þú. Flaskljós upp í loft. Hvernig augun þín glitra eins og hafið svo djúp og stingur í hjartað að vita ég sé of sein. En ég og veist að ég kem aftur heim. Takk fyrir mig, njótið kvöldsins og til hamingju með ykkur. Yeah!